Í síðasta þætti kvöddum við Aðalstein á Skjöldólfsstöðum í faðmi Austurlands þar sem villibráðin út allt, bæði á láði og legi. Við ætlum því að loka hringnum í þessum þætti og fara heim í Eyjafjörð og taka á villibráðinni eftir að hún komin á diskinn og þiggja myndarlegt boð Vínklúbbs Akureyrar á árlegt villibráðakvöld þeirra þar sem vín og villibráðið eru pöru saman af mikilli fagmennsku. En meistarakokkarnir á strikinu þeir Garðar Kári og Róbert ætla að reiða fram einstaka 8-rétta villibráðaveislu. Við ætlum að taka hús á þeim í undirbúningnum og forvitnast hvað á boðstólum. En áður en við förum inn í eldhús ætlum við að byrja á því að skoða verðlaunalaxana sem fara ekki á diskin okkar, heldur gjarnan upp á vegg. Og það Haraldur Ólafsson uppstoppari sem gerir mikil listaverk úr myndarlegustu bráðinni. En hann hefur unnið til nánast allra verðlauna sem hægt að vinna þegar að kemur að uppstoppun fiska. Við skulum kíkja á vinnustofu til hans Halla, skánafna míns, þar sem allt á fullu. Haraldur, við erum komnir inn á bakvið heima hjá þér, þar sem að þú ert með þína vinnustofu við það stoppa upp fiska. Hvað ertu búin að vera lengi að? Ég er nú sennilega búin að vera að allavega síðan, síðustu 14 ári, sennilega rúm 20 ár, allt í allt, því ég byrjaði að fikta við þetta í fyrsta skiptið. Og hvar skráum maður þessi í einhvern uppstoppara skóla eða hvar læra menn svona? Nei, allt hér heima sjálfsnám, en reyndar besta leiðin til að nema sig sem allra best í þessu að keppa, og þá leið fór ég á sínum tíma, fór að keppa í þessu á fullu og það harðasti skólinn, besti skólinn. Þú ert búin að keppa svolítið oft, ertu með tölu á því, hvað ert búin að fara í margar? Ég er búin að fara ansi oft. Nei, alltaf þetta sé ekki 10-12 sinnum. Ég er ekki búin að vera, cirka 12 sýningar. Og þá ferðu með gripinn? Já. Og þetta allt erlendis? Já. Og dæmdur bara? Já, ég bara vinn verkið mitt hér og ger allt klárt. Nú síðan tek ég verkið í sundur og pakka niður, flýg á staðinn, tek upp, set verkið upp og síðan fer það bara inn í sýningarsalinn. Og síðan eru dómarar sem koma og taka verkið út, yfirleitt 3 dómarar eða eru stórmót, heimsmeistaramót og þess háttar. Og síðan dæmt og eftir mótið, þegar búið að krýna þá sem verða heimsmeistarar, til dæmis, þá farið yfir fiskinn ef maður kýs að gera það og það ekkert elsku mamma í þeim business. Það harður dómur? Já, það nákvæmlega sagt það sem og eiginlega velt sér upp úr vandamálum. Já. Hvernig hefur gengið? Hver eru sætustu, hefur náð í verðlaun? Já, þetta búið að ganga mjög vel allt frá því ég byrjaði. Fór á mitt fyrsta Evrópumeistaramót 2000 og síðan hefur gengið mjög vel alveg fram á þennan dag. Ég hef... Medalíur einhverjar? Já, ég held að ég held ekki núna, Það eru nú nokkrar hérna á vegginu. Já, þú sér hérna í kring, sko. Já, ég búinn að ná öllu verðlaunum sem hægt að ná á Norðurlöndum og Evrópu og ég á raun og ein verðlaun eftir, þá ég búinn að vinna allt sem hægt að vinna. Já. En ertu bara í fiskum? Ertu í einhverju fleiri? Núna, horfi ég á þessa svakalegu, hvað þetta ekki, snæugla? Snæugla mín, jú. Ég lét verða því að kaupa mér skinn og stoppaði þessa upp og ætlaði að eiga hana. En ég mest í fiskum. Já. Mest í fiskum og hef einbeitt mér eingöngu af fiskum. Fuglarnir hafa komið inn svona kannski bara til þess að hvíla mig pílti frá fiskunum. Og hef reyndar mjög gaman að gera fugla, en það sára lítið. Hvort erfiðara? Það mælanlegt? Fiskarnir náttúrulega erfiðir og menn raun og veru kannski pílti tvístígandi í því að byrja að kynna sér fiskana, því að það svona ansi erfið, fyrstu sporin erfið, það alveg örugt, því að það svo erfitt að gera fisk illa, því að það sést svo vel, þú sérð allt sem en þú sérð ekki alveg allt hérna. Hérna með umbúðunar klárar? Já, hérna fiðrið og hérna getur þú falið og allt annað forma að vinna við. Fiskarnir þeir opinbera sig píltið ef það illa gert. En hvernig ferlið? Veiðimaðurinn, hann flakar ekki bara og kemur með roð. Hann þarf væntanlega að eiga heilan fallegan fisk
Já, sko, náttúrulega fyrir að fyrsta það að veiða fallegan fisk og helst stóran fisk. Já. En síðan þarf náttúrulega að koma fiskinn bara fljótlega í frost, búa vel hann og lofttæma pokann vel, veiðislönguna eða plastslönguna til þess að frostþurrkur kom ekki fljótlega á ugga. Það mjög fljótt að koma reyndar í frosti, það ótrúlegt. Og kom hann til mín sem fyrst og þá fer hann bara í ferli hjá mér og mánuðirnir byrja að telja þangað til viðkomandi fær fiskinn sinn. Hvað ertu lengi með eitt fisk? Afgreiðslufresturinn yfirleitt ár, 1,5 ár hjá mér. Já. Og ferli mánuður, 3 vikur, mánuður. En núna, sko, roði það heldur sér nú ekki þessi fallegu litur í fiskinum? Nei. Þetta bara málað aftur á? Já, þá notum við erbrus og ég nota bara allt sem ég get nota til þess að fá góða útkomu. Já. Ég að nota ýmis efni sem ég held fyrir sjálfa mig. Þetta bara list? Ég má segja það mörgu leyti. Þetta þú ert í raun og endurskapa. Þetta realismi, alveg algjör. Já. Ég til dæmis að saga hausinn í sundur, opna hausinn til þess að mála inn í kokið, inn í góminn, endurbyggja tungu, endurbyggja tennur og síðan lím ég hausinn saman, fel það, mála. Það svona margt sem allt annað. En stærsti fiskurinn, hvað það stærsta sem hefur komið inn? Það var eitt sem kom með 219 kílóa lúðu sem ég álpaðist til að segja já við og ég geri það aldrei aftur. 290 kíló? Já, ég get lofað því, það bara einu sinni. Það bara 6 manna takk að koma þess inn? Já, því ég brunaði til Reykjavíkur, þar lá lúðan á bryggju, þar byrjaði ég að taka mót á hausnum og síðan fekk ég hjálp góðra manna til að lyfta þessu og koma þessu fyrir og síðan fór ég heim með skinnið og var held ég 3 daga að bara verka skinnið, stað fyrir 3 klukkutíma svona venjulega. Og þetta var alveg gríðarlegt ferli. Þetta er nú flott vinnustofa en ég sé ekki fyrir mér hér 300 kílóa fisk. Nei, þetta var eiginlega alveg skelfilegt sko. Ég raun og veru eyðilagði bara vinnustofuna mína á þessu því að ég þurfti að mála hérna inni og lakka og lakk fyrir mjög illa í gólf og sest á allan fjandann. Svo að þessi lúða kostaði mig bara töluvert mikið. Já. Það má segja það. Bæði sko í nýju parketti og andlegri heilsu sérstaklega. En sko eftir erum við að fara í mikla villibráða veislu. Hægt að borða, þetta ekki nýtanlegur veiði til matar? Nei, ég held nú ekki sko. Ég náttúrulega að þýða fiskinn upp og ég að frysta hann aftur og ég að veltast með kjötið fram og tilbaka við óskemmtilega aðstæður. Þannig að þetta næst ekkert af smjör, með smjöri og sítrunu og smá salt og smá reiki. Og smá kerfi liði. Já. Það ekkert í boði. Það má reyna, það má reyna, sko. Þú getur alveg örugglega að plata einhverja snarvittlausa veiðimenn til þess að borða fiskinn sinn, sko. Það frá mér. En við ætlum að hafa dástæðins að greipunum þínum hérna upp á vegg. Já, gjör svo vel. Halli, skánafni. Jú. Takk kærlega fyrir að taka á mót okkur. Takk fyrir að koma, takk fyrir mig. But nobody can give you. Nú þegar við höfum skoðað laxana sem fara upp á vegg, skulum við skoða þá sem fara á disk hjá landsliðskokkinum Garðari Kára á Streikinu. En hann á fullu við undirbúning villibráðakvöldsins, þar sem matur og vínmenning mætast. Garðar yfirkokkur, blessaður. Blessaður, hvað segir kallinn? Ég segi bara allt gott. Er það ekki? Jú. Það þetta. Hvernig gengur? Herðu, þetta svona þetta. Menn að setja sér stellingar fyrir kvöldið. Alltaf að verða klárt? Já, það nú eins gott. Já, þetta er bara að smetla á. Já. Hvað erum við að fara að fá að borða? Herðu, ég að klára að setja saman hérna svona villigljáa sem verður með aðrættinum. Smjör. Smjör, mikið smjör. Það er bara... Íslenskt smjör. Sko, ef við stiklum á stóru þá hérna í aðrætt erum við með önd og langríu.
sem ég að létt reykja hérna. Já. Aðeins að setja í hana smá reyk, sko. Og þú reykir þetta bara svona... Bara sjálfur, sko. Glæsilegt. Þetta rosa gott. Blóðbergi með... Já, allir pakkinn. Bara íslenska náttúran, bara eins og... Og hérna áttu bara þinn reykbakka sem þú skellir svo bara sko þínu sæi og kryddum og kveikir í eða eitthvað. Já. Leikmenn aðeins með það. Þetta er bara oft þannig að ef maður kaupir reykt þá er það svo langt. Maður vill svona litla touchi, sko. Þú stýrir þessu upp á hár þarna. Já. Og hvað er svo meira á selni? Við erum með grafinn lax og grafna gæs líka. Svo erum við hreindýr hérna á austan. Já. Við vorum einmitt að koma þaðan. Já, varstu að koma? Já, og ég er einmitt sko að ég er nú svolítið gaman að hrekkja kollega mína svona á síðustu stundu. Gat nú verið að vera með eitthvað. Að þá er ég nú með fallegar gjafir frá vinum okkar fyrir austan. Það eru hjónin í Vallanesi með perlubygg sem er sko svona fínni típan. Ég vil nú játa það, ég er alltaf í bankabygginu, sko. Já. En þetta er mjög kærkomið gjöf. Og svo hún Elisabeth vinkun okkar á Klausturkaffi, Skriðuklaustri, er að búa til hvannarsultu. Hefurðu notað það? Aldrei. Ekki heldur. Heldur við komum þessu í matseðil einhvers staðar? Góð lykt. Já, vá. Hvað getum við gert til þetta? Ég meina hugmynd. Ég er að grafa hérna lax í dönsku sinnepi. Já. Það bara að vera nokkur klukkutíma að prófum að langar að prófa að pensla hann með þessu. Það er smá rabarbari og einhverjar jurtir. Og hvað? Þú ætlar bara svona Við langar að sjá hvað gerist. Kveiki í honum bara hér. Sjáum hvað gerist. Ég ætla ekki að elda hann, sko. Ég ætla bara rétt aðeins að gefa hann. Smökkum þetta. Spennandi er það, maður. Þetta er akkurát á móti sinnepinu. Hversun í sinnepinu og sæta með. Hrikalega gott. Mikið rabarbara. Já, mjög gott. Mikið rabarbara. Þannig að við erum búin að græja Austfirðingana með okkur í liði í kvöld. Steinleikur. Garðar, ég ætla að setjast fram og njóta kvöldsins. Frábært. Takk fyrir mig. Ég ætla að sjá til að segja nöttu vel. Takk. Uppskeruhátíð Vínklúbbsins er að hefjast og ekki laust við að maður sé orðinn nokkuð spenntur eftir að hafa hlerað meistarann í eldhúsinu matseðilinn. Við plötum einn klúbbmeðlim, hana Ingu Vestmann, út á Svalir í létt spjall áður en að veislan hefst. Inga, við erum búin að fá fordrykk inni og villibráðakvöld Vínklúbbs Akureyrar er að byrja. Ertu búin að skoða matseðilinn? Svona rétt leit yfir hann, já. Lýst mjög vel á. Ert þú villibráðamanneskja? Ég er ekki alin upp við villibráð. Þetta var aldrei borðað á mínu heimili þegar ég var yngri. En ég lærði að borða villibráð eftir ég gekk í Vínklúbbinn og fór að fara á þessi villibráðakvöld. Lærði það niður í Hofi. Já, þið eru búin að fara ansi víða og starfa lengi. Hvað gerir þið nú helst í Vínklúbbinn? Drekkum góð vín saman. Njótum bara samveru og góðs matar með góðum vínum. Þetta fer oft mjög vel saman. Þetta er hjónaband sem að ef að vel er valið þá klikkar þetta ekkert. Eða bara klikkar ekki. En þú ert nú nýbúin að standa í ströngu með dömurlega dekurdaga. Ég segi það nú kannski ekki. Hvað eru dömurlega dekurdagar? Það er eiginlega bara að fá smá tilbreytingu í skammdeginu. Aðeins að reyna að fylla bæinn lífi og skemmtilegheitum. Ég minnsta kosti hef það fyrir reglu að ég og mína vinkonu við förum bara niður í bæ eftir vinnu á föstudegi og
borðum saman og förum á smá búðaráp og kaupum ef að þannig liggur á okkur. Gerið ykkur glaðan dag? Gerum okkur glaðan dag. En svo var ég nú að fylgjast aðeins með fréttum að þið eru líka að styrkja gott málefni leið og þessi hátíð stendur yfir. Já. Að þið styrkið Grafningavísfélagið í gegnum að þið eru að búa til poka. Já, Vilborg í Centro, hún svo hugmyndarík. Hún fékk þá hugmynd hvernig getum við tengt þetta þannig að við getum látið gott að okkur leið í leiðinni. Og við, þetta 3. árið sem við fáum aðstöðu upp í verkmenntaskóla. Textíldeildin okkur innan handar eða kennararnir þar. Lána okkur aðstöðu og leiðbein okkur og við fáum nokkra sjálfboðaliða með okkur og handtrykkjum á poka sem við seljum svo til styrkta Krabbameinsfélaginu á Akureyri og hefur bara gengið vel og það bara rosalega gaman að við fengum styrktaraðila með okkur í fyrra og gátum afhent félaginu 900.000 sem við erum bara ótrúlega stoltar af að segja frá og vera bara þátttakendur í en geta látið gott á okkur leiða. Ég las matseðilinn og ég var að ræða við kokkinn áðan. Ég held að okkur sé ekki til setunar boðið hérna úti. Við skulum drífa okkur inn og fara að njóta matseðilsins. Get ekki beðið. Skál. Í fyrsta rétt var einn af nýliðum í flokki íslenskrar villibráðar en það túnfiskurinn sem alltaf að færa sig nær og nær landi og afar spennandi hráefni sem hægt að nota á margan hátt eins og til dæmis í dag þar sem hann borinn fram hrár með eldpipar. Annar réttur á þessu glæsilega kvöldi laxinn sem við forvitnuðumst í eldhúsinu hjá Garðari áðan með hvannarsultunni frá Elísabetu vinkonu okkar á Klausturkaffi. Og með herlegheitunum fáum við að smakka Chardonnay frá Casillero del Diablo. Þriðji þáttur í stórsýningu kvöldsins var reykt og grafinn gæs sem meistararnir á Strikinu höfðu hanterað á stórkostlegan máta. Ásamt Shiraz-drúgunni sem einnig frá Casillero del Diablo framleiðandanum. Fjórða rétt hreindýr eða austan og lerkisveppirnir sem minnti okkur á heimsókn okkar til hans Aðalsteins á Skjöldólsstöðum í síðasta þætti. En til að fullkomna réttin var tríó rauðvín sem passaði fullkomlega. Fimmti réttur var hressing fyrir aðarétt kvöldsins en nýtínd krækibörin voru himnesk bæði í krapi og fersk. Fyrir næsta rétt plötuðum við eiginmann Ingu hann Þórhall til að segja okkur örlítið frá tilurð vínklúbbsins og starfi. En þau hjón oftast kennd við petromyndir þar sem þau starfa og var Þórhallur einmitt með myndavélina eins og oft áður til að gera kvöldinu góð skil. Þórhallur, við erum staddir á miðju villibráða kvöldi Vínklúbbs Akureyrar. Já. Hvað Vínklúbbur Akureyrar? Vínklúbbur Akureyrar upphaflega var þetta stofnað fyrir 17 ára síðan sem félag fyrir lærða vínþjóna og matreiðslumenn. En þátttakan var svona og reksturinn á klúbbinum gekk svolítið treglega þannig að það var opnað fyrir almenning. Í dag er klúbburinn opinn öllum og sem sagt starfar raunverulega yfir vetramánuðina. Og ég hugsa að séu kannski skráðir 70-80 manns í klúbbinn í dag. Og þetta nú engin smáraðis veisla sem það búin að kalla til hérna í kvöld og margt manninn. Já. Mikil og góður matur. Já. Og mikil og góð vín.
Já, það þannig að þetta einn helsti viðburðurinn okkar, þetta eiginlega okkar árshátíð, vín og villibráð, að hérna erum við að blanda saman og fáum til okkar sérfræðinga, bæði kokka sem eru klárir og eins sem sagt vín sérfræðinga sem eru í því að mattsa saman matinn, þannig að við erum að fá með hverjum rétti vín sem að passa saman og þetta svolítið þema í klúbbnum að læra inn á vínin hvað passa með hverju og allt það og ég fer ekkert leynt með það eru nautnaseggir þarna inn á milli sem að hafa gaman að því að para saman vín og mat. En þetta nú ekki það eina sem þið gerir, að hittast að hausti og éta villibráð og drekka góð vín. Nei, alls ekki. Hvað meira að vera í klúbbnum? Við reynum að hafa þetta svolítið skemmtilegt, það náttúrulega aðalatriðið og við fáum til okkar í vínuumboðin, þau koma stundum með kynningar til okkar. Við höfum fengið kynna frá ÁTVR, vínþjóna þaðan sem eru sérfræðingar í að kaupa inn fyrir ÁTVR og við höfum fengið þá til þess að vera með ýmsar kynningar fyrir okkur og fróðleik og svo búum við svo vel að það eru vínþjónar í félaginu sem að taka að sér að vera með, svona byrjandakvöld fyrir fólk sem er að læra inn á vínin, hvar þú skynjar skilur bragðið í munninum og annað til þess að svona læra að greina, þú veist. En félagi gengur samt ekki út á það að vera einhver vínsérfræðingur. Þetta gengur frekar út á það að kynnast vínum frá víðsvegar úr heiminum og læra að meta. En nú búið að vera að byggja upp stemminguna hérna í kvöld og eftir okkar bíður aðréttur og einhverjir desertar. Já. Ef við ekki að drífa okkur inn og halda áfram. Jú, þetta búið að vera frábær veisla og ég bara efa það ekki að þetta verður bara ennþá betra. Meira eftir. Já. Drífum okkur inn. Endilega. Sjötti rétturinn var aðrétturinn og hápunktur kvöldsins þar sem kokkarnir höfðu valið önd og langvíi með rófum, nýjum kartöflum, selleri og hundasúru vínagrett. Vínsérfræðingurinn valdi hins vegar Merlot drúguna frá Marque de Casa Consa. Seinni hluti kvöldsins var runnin upp og komið að sætindunum. En í fyrri eftirrétt var skýr frá Erpsstöðum og að sjálfsögðu íslensk ber. Í síðasta rétt var komið að tröllasúrun okkar sem vex út allt og sumir vilja kalla rabarbara. En mjúk tröllasúrukakan var himnesk og ísinn úr brenndu smjöri gaf frábæran hetukeim sem small fullkomlega með 10 ára Tawny Sandeman portvíni. Nú var glæsilegt kvöld farið að styttast í annan endan þar sem frábær matur og vín fóru saman eins og best verður á kosið. En áður en slökkt á myndavélunum fengum við hana Ingu Jósefsdóttir til að segja okkur aðeins frá barmenningunni á Götubarnum. Þar sem hún ásamt manni sínum Sigmundi stendur iðulega vaktina fram á nótt þegar að landin lyfti sér upp. Inga, við erum búin að vera að njóta frábæra vína og ennþá betri matar hérna á Strikinu á villibráðakvöldi Vínklúbbsins. Þar ert þú klúbbmeðlimur? Já, reyndar, búin að vera í þó nokkur ár. Já. Mjög skemmtilegt. Manstu hvernig þú gekkst í klubbin? Nei, ætli sé ekki bara tíminn var svo fljótur að líða, 6 ár, 7 ár. Örfá ár? Örfá ár, já, bara alltaf mjög gaman. Hvað var uppáhaldið í kvöld? Uppáhaldið í kvöld? Ætli það hefði ekki bara verið aðalrétturinn. Já, tvennan. Og vínið með honum, já. Langvían og öndin. Öndin fannst mér enda betri. Já. En langvían samt skemmtilegt að smakka hana. Þú ættir í rauninni að vera á vaktinni. Ég hef séð annars slagið á vaktinni á þínum, svona ég vil segja kannski aðal vinnustað eða já, það reyndar. Götubarinn. Já. Hver er á vaktinni í kvöld? Stundum fæ ég frí á föstudögum. Já. Það er spurning hvort við kíkjum við á eftir, sé hvernig staðan er. Fer vonandi heim bara. En annars er ég vön að mæta svona 12, hálf 1. Taka vaktina? Hvenær opnaði Götubarinn? Hann opnaði í júní 2010. 13. júní, ég held, mér minni það.
Þið eru sko komin á 5. ár. Já, rétt svona. Já, skríða á 5. árið, já. En þetta að verða svona eitt af þessum kennileitum þeirra sem að vilja lyfta sér örlítið upp á góðu kvöldi. Það er að labba niður í bæ á Akureyri og fara á götubarinn. Já, mér skilst það, já. Það er alltaf kjaft fullt. Já, það hefur gengið ótrúlega vel. Já. En hver er galdurinn við svona vínbar og barstemmingu? Ég veit það ekki. Ég held kannski að sé að gera þetta svolítið með sálinni. Þetta svolítið þið, að labba inn á götubarinn. Maður sér svolítið svona ykkar persónleika upp á veggjum. Það eru gjarnan myndir af karlinu þínum, honum Simma. En það nú bara inn í eldhúsi, sko. Kaffistofunni. En Inga, við skulum fara inn og njóta síðustu sopana af þessum frábæru vínum og félagsskaparins. Já. Þessari frábæru hringferð okkar í mat og menningu landið hér að ljúka. Þar sem ég og myndatökumennirnir Stefán og Sindri höfum farið lengri leiðina til þess að hitta mikið af yndislegu fólki og smakka frábæran mat. En eftir nokkur 1000 kílómetra leggjum við jeppanum okkar í bili og þökkum kærlega fyrir samfylgdina. But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again.